Já, orðin sem ég er með í dag bera yfirskriftina. Farðu bara. Já, farðu bara. Hann Jónas, hann sat í sófanum og starði út í loftið. Honum leið eitthvað mjög óvenjulega. Þau hjónin áttu fallegt heimili og skorti ekki neitt. Þau voru hamingjusöm og höfðu nóg að gera alla daga. En þennan morgun var Jónasi mjög órótt í innra með sér, en gat alls ekki skilið hvað olli honum slíkum óróa. Hann gat ekki lengur setið kyrr í sófanum. Honum þótti sem rödd hið innra með sér, segði í sífellu: farðu bara, farðu bara. Hann stóð þá upp og horfði út gluggann á fuglana í trjánum, en fannst hann þyrfti að gera eitthvað annað og meira. En hvað skyldi það vera sem virtist svona aðkallandi? Nú fannst honum sem hann þyrfti að fara að útidyrunum, en til hvers? Það var sem hann hefði ekki fulla stjórn á gjörðum sínum, sem var mjög óvenjuleg tilfinning fyrir hann. Á þessari stundu satt eiginkonan hans í stofunni og saumaði nýjan bordúk. Hún spurði manninn sinn hvort hann væri að fara í sinn venjulega göngutúr, en það var nú ekki það sem að Jónas hefði í huga á þessari stundu. Honum leið svo undarlega og sagði nei, en samt hélt hann út úr húsinu og byrjaði að ganga þessa venjulegu göngu sína. En var ekki fyrrlagður af stað en hans venjulegu göngutúr að hann tók beygju til vinstri í hliðargötu sem hann hafði aldrei áður farið. Hann skildi ekkert í sjálfum sér að halda inn í þessa ókunnu götu. Honum fannst sem hann réði ekki sjálfur hvert fæturnar stýrðu honum þennan dag. Hann hélt því áfram göngu sinni og hlýddi fótunum sínum, en hann gekk áfram á þessari ókunnu götu. Það leið ekki á löngu þar til hann heyrði raddir í fjarska, kvenraddir, sem augljóslega voru miklu uppnámi. Þetta varð til þess að hann gekk hraðar og það var svo mjög þegar önnur röddin hrópaði hástöfum: barnið mitt er dáið. Og þegar hann kom inn á lóðina blasti við honum konur tvær sem stóðu á sundlaugabakkanum og að því virtist þá lá lífvana unga barn við fætur þeirra. Önnur konan sagði: við vorum að synda í lauginni og sáum allt í einu hvar barnið lá á botni laugarinnar. En móðurinn stóð þarna harmi lostin yfir barninu sínu og kveinaði allt hvað aftók. Jónas kraup strax hjá barninu og spurði hvort þær hefðu hringt á sjúkrabílinn og vinkonan jánkaði því. Þá rifjuðust upp í huga hans allar þær leiðbeiningar sem hann hafði lært á námskeiði árinu áður. Þær komu sér nú vel. Jónas, hann hreinsaði öndunarveg barnsins og tók til við að anda í munn barnsins og þrýsta á brjósthol þess. Þetta gerði hann í allmargar mínútur eða þar til að barnið náði að anda á ný. Rétt í því ók sjúkrabíllinn í hlaðið og hjúkrunarfræðingarnir tóku við barninu. Þegar Jónas sá að barninu var borgið, hélt hann af stað heimleiðis. Rétt í því heyrði hann annan hjúkrunarmanninn kalla á eftir sér: takk fyrir, þú bjargaðir barninu. Nú skildi Jónas af hverju honum leið svona einkennilega fram að þessu. Yfirnáttúrulegur máttur
hafði knúið hann til að fara í þennan göngutúr ókunnulegar götur til þess að bjarga lífi lítils barns. Amen.